Árið 1208. Deilur Guðmundar og veraldlega valsins, og þá sérstaklega deilur hans við Kolbein Tumason, hafa farið stig versnandi og þeir deila allt mögulegt. Þeir deila yfirráðin yfir Hólastað og þeir deila völd og þeir deila hver hefur dómsvald í málefnum brotlegra presta. Guðmundur segist hafa þetta vald en Kolbeinn segir að veraldlegir höfðingjar hafa þetta vald eins og sjá kveðið í landslögum og deiltir málefni presta sem að gerast brotlegir og þetta fer stigversnandi. Guðmundur bannsyngur þennan forna velgjörðamann sín þannig að það má segja að skepnan snúist þarna gegn skapara sínum. Síðan gerist það 1208 að Kolbeinn heldur af stað með mikið lið manna og ríður til Hóla og Guðmundur mætir honum með sína menn við Víðines sem rétt utan við Hóla og það fylkingarnar mætast þarna og menn að ræða málin og það reynt að ganga á milli og það nást einhvers konar sættir og Guðmundur ríður þá á brott með sitt fólk. En þá það að prestur í liði Kolbeins unga, Brúsi að nafni, að hann segir við Kolbein þarna ríður Guðmundur á brott með sæmd þína. Og Kolbeinn, hann einhvern veginn þolir ekki þessi fríunar orð, svo að hann gefur skipunum að fylkja liði og ráðast gegn biskupsmönnum. Nú, átökin tiltölulega skammvinn, því að stór steinn kemur allt í einu fljúgandi frá biskupsmönnum og fer í ennið á Kolbeini. Hann hrýtur af hestinum og grípur höfuðið og hann hefur meðvitund einhverja smá stund og deyr eftir það. Og þannig að hann fallinn. Enginn vissi nokkru sinni hver hefði kastað þessu steini. Hann kom bara úr liði biskupsmanna og þjóðtrúin var fljót að túlka það þannig að Guð almáttugur hefði þarna gengið í lið með vini sínum Guðmundi góða Arasyni biskup. En Kolbeinn, hann deyr þarna. Það sagt að þeirra stutta tíma sem að hann hafi verið vakandi eftir að hann fékk steinin í höfuðið að þá hafa hann fengið lausn sinna mála gagnvart kirkjunni og þannig að honum var búinn staður í himnaríki eins og kannski margir vonuðust til. Nú sagt að Kolbeinn hafi kvöldið áður samið þennan fræga sálm Heyr himna smiður sem að síðan hefur verið sungin í jarðarförum við lag Þorkels Sigurbjörnssonar á síðustu öld og þessari. Þegar að Kolbeinn fallinn að þá eiginlega brestur flótti í lið þeirra höfðingja og Guðmundur hann eiginlega hrósar sigri eftir þennan Víðinesbardaga. Nú, næstu mánuðina eiginlega allt með kyrrum kjörum, en höfðingjalandsins þeir afskaplega reiðir yfir þessum málalokum í Víðinesbardaga og þeir safna miklu liði og halda til Hóla til átaka við biskup og þar samankomnir allir helstu höfðingjalandsins, Sighvatur og Arnór Tumason, bróðir Kolbeins, þar meðal annars Þorvaldur Vatnsfirðingur, það mikla fól og fleiri höfðingjar og sömuleiðis fulltrúar Haukdæla og þarna bregður fyrir einni af þeim hetjum sem að síðan átt eftir að setja svip sinn á öldina, það að segja Sturla Sighvatsson. En hvað það að biskupsmenn vilja ekki berjast, þeir einhvern veginn flýja staðinn og biskup að hann fer í fylgd með Snorra Sturlusyni eða á vegu Snorra Sturlusonar suður í land til Reykholts. En það sem svona merkverðast við þennan bardaga, Hólabardaga, sem var eiginlega aldrei neitt bardagi, var það að þarna tekinn höndum einn af biskupsmönnum sem hét Sveinn Jónsson, var kallað Sveinn Sveitarbót og Sveinn þessi hafði barist í Víðinesi, hann átti sverðið Brynjubít og var mikill kappi, en hann tekinn og það ákveðið að taka hann af lífi og Sveinn, hann segist alltaf deyja eins og píslarvottur og biður menn að slíta af sér bæði handleggi og fótleggi áður en hann verður drepinn.
Og það gert og hann syngur Maríubænir allan tíman meðan slitnir voru á honum allir útlimyndir og kveinkaði sér ekki. Og þetta var náttúrulega ein af þessum sögum til dæmis helgileika Guðmundar því að Sveinn þarna í hans stað, hann hans maður sem nýtur hans blessunar og Guð almáttugur vakir yfir Sveini Sveitarbót ásamt vini sínum Guðmundi Arasyni. Þannig að þetta atvik allt var til þess að auka enn á helgi Guðmundar.